En við byrjum að sjálfsögðu á tíðindum dagsins því í dag féll sögulegur dómur í Hæstarétti í Al-Thani-málinu svokallaða. Samkvæmt honum voru kaup Al-Thanis í Kaupþingi blekking, brot alvarleg, raun alvarlegra en nokkur dæmi eru í íslenskri dómaframkvæmd. Þau skipulögðu drýgð af einbeittum ásetningi og eindæma ófyrirleitni og skeytingarleysi, svo nokkur velvalin lýsingarorð þessum hæstaréttardómi sem við notuð. Til að byrja þessu með Þórði Snæ Júlíussyni, ritstjóra Kjarnans sem sestur hjá Sigmari. Vertu velkomin í Kastljós. Takk. Svo við byrjum bara á þessum orðum sem að falla þarna í dómnum. Það nú ekki oft sem að lesa svona harðar ádreipur í dómum. Nei, hann er nokkuð skýr dómurinn og afdrifalaus og enda þetta fordæmalaust mál og þarna verið að takast á það hvort að ákveðnir gjörningar, hvort að það að blekkja í tilkynningum til markaðarins, það að fjármagna eigin viðskipti, það að segja ósátt fjármögnun hlutabréfa, risastóra hlutabréfakaupa og það að ákveðin aðili sem var komin og kaupa stóran hlut í banka, hvort að það sé í lagi eða ekki. Og það er alveg skýrt í dómi Hæstaréttar að hann tekur þá afstöðu að það sé alls ekki í lagi. Já, það er líka að færa svona nokkrum orðum það, já, hversu blekkingarleikurinn er svona afdráttarlaus og brotaviljinn einbeittur eins og til dæmis í yfirlýsingum og viðtölum og annað sem að gefin eru þarna í kringum þessi kaup. Já, ég meina það eins og þið spiluðu fréttunum áðan og hefur verið rifjað upp og raunar fréttamenn komið sem vitni í dómsal fyrir héraði. Þá sögðu menn, í bæði tilkynningu til Kauphallar og í fréttum, þá sögðu stjórnendur Kaupþings að þarna væri Sheikh Al-Thani að koma inn sem stór hluthafi. Þeir myndust ekkert á það að Kaupþing var að fjármagna hann eða að Ólafur Ólafsson væri þátttakandi í þessu fjármögnunarferli og gæti mögulega hagnast á því eins og raunin var síðan þegar flett var ofan að þessu. Já, geturðu svona farið fáeinum orðum það hvernig flettan var? Ja, þetta eiginlega gerist þannig að það er tilkynnt að Sheikhin ætlaði að kaupa 5% í Kaupþing, rúmlega 5% í september 2008 og það er tilkynnt til Kauphallar. Það er skrifað fréttir af því og forstjóri Kaupþings mætir í sjónvarpsviðtal þar sem hann fagnar þessu og segir þetta svona lýsa því yfir að bankinn sé traustur á alþjóðavettvangi. Síðan kemur í ljós að Kaupþing fjármagnar þessi viðskipti sjálf. Aðkoma Sheikhsins er svo að hann er fenginn að þessum viðskiptum af Ólafi Ólafssyni, næstasta eiganda Kaupþings og Ólafur sjálfur er raunverulega þátttakandi í þessum kaupum. Þeir eiga síðan sitt hvort félagið sem að peningarnir er til. Án þess að þessi getið. Það eru allt öðruvísi skilaboð þegar það eru ólgur á fjármálamarkaði að stærsti eigandinn sé að kaupa hlutabréf eða það komi nýr eigandi að kaupa stóran hlut í bankanum sem svona á að vera traust yfirlýsing á svona vísjórunum tímum eins og var þarna. Það sendir alls mjög misvísandi skilaboð út í samfélagið og það eru margir náttúrulega þúsundir Íslendingar sem áttu hlut í Kaupþing. Kaupþing er risastórt almenningshlutafélag á þessum tíma og margir sem hafa augljóst keypt hlutabréf í kjölfarið haldið að bankinn var að fara að standa þennan vind af sér. En eins og við vitum náttúrulega mæta vel að þá endaði þetta allt öðruvísi. Já, og nú var reyndar verið að rekja það í fréttunum að þetta hafi einmitt verið þannig að fólk hafi farið og keypt bréf í bankanum í framhald af þessu, en það var nú samt engu að síður þannig að þessi kaup voru nú tortrið býsna víða bara leið og þau var tilkynnt. Það var leið ekkert á löngu þangað til að sú umræða spannst. Nei, kannski eðlilega það þótti að koma óvart, við skulum bara orða þannig að stór alþjóðlegu fjárfestir sýndi áhuga að kaupa í íslensku banka á þessum tíma, eins og við vitum kannski sérstaklega eftir á þá var íslenska bankakerfið á miklum brauðfótum á þessum tíma. Við vitum það að ef eitthvað á stóru fjárfestingarfélögunum eða eitthvað bönkunum myndi falla þá myndi það hafa mjög keðjuverkandi áhrif og það var alveg augljóst við séð það með skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og mörgu öðru sem hefur komið upp á yfirborðið síðan að íslenska góðærið var farið að svona riða til falls á þessum tíma og löngu áður. Já. Núna er það þannig að það hefur svo margt verið sagt í kringum þetta mál. Þeir hafa haldið uppi mjög hörðum vörnum, það má nú segja margt þetta viðtal við hann Sigur hérna áðan, en þeir halda áfram eftir dóminn sem þó er svona afdráttarlaus. Af hverju ætli þessi harka? Af hverju tekist á hvert einasta smáatriði fyrir dómi áður en að máli fer af stað og svo greinilega er keppni almenningsáliti eftir að hann fellur? Ég held að það sé nú skiljanlegt að menn beiti öllum mögulegum brögðum sem þeir hafa þegar frelsi sjálft er undir.
maður sýni því fullan skilning og ef að menn hafa fjárráð til þess að ráða lögfræðinga sem geta svona tekist á fyrir dómstólum hvert einasta tæknilegt atriði í málarekstrinum eins og hefur verið í þessum málum sér að kostnaðurinn sem greiddur til lögmanna í þessum málum vel á annað 100 milljónir í héraði og Hæstarétti þá gera þeir það og maður sýni því skilning en þetta hefur líka verið ákveðið þolraun fyrir íslenska dómskerfið þetta hefur verið þolraun fyrir íslensk lög vegna þess að það fyrir mér lá sannarlega ekki fyrir að þetta væri ólöglegt þótt maður geta kannski haft einhverja skoðun á því hvers eðlis þessi gjörningar voru en það var algjörlega nauðsynlegt tel ég að það veri dregin lína í sandinu hvað má og hvað ekki og með þessum dómi Hæstaréttar þá skýrt að samkvæmt íslensku lögum það má ekki blekkja með tilkynningu til kauphallar í fjölmiðla viðtölum það hvernig kaup eru fjármögnuð og svo framvegis. Það hefur verið dregin svo lína í sandinn. Já, dómurinn náttúrulega settur inn á netið bara 4:30 þannig að menn hafa svo sem ekki haft langan tíma til þess að pæli gegnum hann er langur og ítarlegur en það eru alls konar samskipti á milli manna sem að koma fram í þessum dómi. Þau benda mjög eindregið til þess að þarna hafi verið feluleikur, blekkingaleikur og allt þar fram eftir götunum. Já, það sem maður hefur svona talið að hefði verið þarna í gangi í mjög langa tíma er það að það hefur verið að losa hlutabréf í Kaupþingi sem bankinn sjálfur heldur á vegna þess að það er engin eftirspurn eftir þeim og búa til raunverulega falska eftirspurn. Og það kemur skýrt fram í þessum samskiptum að svo virðist hafi verið. Þarna eru samskipti milli miðlara þar sem hefur verið að tala um að tjakka upp verðið og búa til eftirspurnina, fela aðkomu Ólafs og svo framvegis. En þessi dómur er náttúrulega gríðarlega ítarlegur, ég man ekki eftir að séð og sérstaklega náttúrulega ekki efnahagsbrotamál í nokkuð tímann svona ítarlegan dóm eins og í þessu. Þannig að dómararnir sem dæmdu í þessu hafa greinilega mikið málið að segja. Já, það er líka athyglisvert að spá í það bæði fordæmisgildi þessa dóms og þá staðreynd að minnsta kosti hjá Hreiðari og hjá Magnúsi það eru 3 stór mál sem að bíða þeirra og Sigurður ef ég man rétt ákærður í 2 þeirra. Það eru 3 stóra markaðsmisnokunarmáli svo kallaða hjá Kaupþingi þar sem hefur verið að ákæra þá fyrir markaðsmisnokun yfir lengra tímabil sem er raunverulega sama og þeir eru dæmdir fyrir núna að gera það er að segja að kaupa hlutabréf í eigu bankans að láta aðeins að kaupa og fjármagna kaupin sjálfur. Það er verið að ákæra því að kaupa á þessum skuldatryggingar álags eða credit link notes sem þeir lánuðu til og svo þessu Marpol-máli. Allt eru þetta mál sem getur haft langa fangelsisdóma í för með sér ef að þeir verið sakfelldir. En þetta, maður veit ekki, það er náttúrulega fallið einn annar markaðsmisnotkun og dómur, það var í Landsbankamálinu þar fekk bankastjórinn 12 mánaða dóm af mestu skilorðsbundinn. Þannig að ef það er eitthvað sem hefur lært af þessu öllu saman þá er það að bara að passa hvað ályktanum að dregur þangað til að loka niðurstöðuna liggja fyrir. Já, sem að leiðir okkur þá að því sem að við skulum kannski ræða stuttlega í lokin, það er að sérstakur saksóknari var gagnrýndur svolítið í kringum áramótin, bæði kannski fyrir og eftir áramót, fyrir það að það væri svolítið rýr eftirtekjan að minnsta kosti á þeim tímapunkti. Hvað segir það? Já, ég get endurtekið það sem ég sagði áðan. Ég held að það sé heillavænlegast fyrir alla að bíða með stóru yfirlýsingarnar þangað til að málunum er lokið, alveg lokið fyrir Hæstarétti. Því að það er raunlega ekki hægt að draga neina álættirinn fyrir þessu loka niðurstaða liggur fyrir. Og núna liggur svo loka niðurstaða fyrir þessu máli, mörg önnur mál eftir. Þannig að ég held að sé bara heillavænlegast að spyrja á leikslóki. Og í þeim málum er náttúrulega verið að berjast harkalega hvert einasta smáatriði eins og í þessu málum. Já, þetta er náttúrulega, þetta er prófsteinn fyrir samfélagi eins og Ísland, lítið samfélag, það sem er mikið nánd á milli manna. Og að takast á með þessum hætti fyrir dómstólum, þetta er gríðarlega erfitt á margan hátt. Og svo verðum við að segja, bara sjá hvernig okkur reiðar af þegar þetta sé öllu er lokið. Já, takk fyrir að koma í Kastljós.